hringdi móðirin í neyðarlínuna og tilkynnti að sonur hennar 6 ára að aldri væri látin á heimili þeirra. Fram kom hjá henni að drengurinn væri kaldur viðkomu og hann andaði ekki. Jafnframt sagði hún að þau væri 2 ein heima en að eldri sonur hennar væri farinn í skólan og að hann vissi ekki að bróðir hans væri látin. Þegar lögreglan kom á vettvang, lá yngri drengurinn á bakinu á sófa í stofunni. Lögreglumenn lögðu hann á gólfið til að hefja endurlífgunartilraunir en tóku eftir því að hann var byrjar að stirna upp. Þeir átt að sá því að það er einhver tími liðinn frá því að hann lést. Þegar lögreglumenn eru þarna að kanna lífsmörk drengsins þá komu sjúkraflutningamenn á vettvang og staðfestu að hann væri látin. Móðirin var á heimilinu og greindi frá því í viðtölum við lögregluna sem voru tekin upp á búkmyndavél að hún hefði kæft drenginn klukkan 1 nóttina með því að setja kodda yfir vit hans. Þú varst að hlusta á True Crime Ísland, eina alvöru íslenska True Crime hlaðvarpið þar sem við fjöllum nýleg íslensk sakamál. Ef þú vilt hlusta á meira, þá ferðu á kratos.is og kaupið þér áskrift. Í áskrift ferðu aðgang að öllum fyrir þáttunum okkar ásamt glænýjum þætti af hverjum einasta mánuði og svo gefum við stundum út aukaþætti og seríur og þeir sem í áskrift koma í lokaðan Facebook-hóp þar sem við setjum inn alls konar upplýsingar. En sjáumst í áskrift!